Evrópusambandið ætlar ekki að aflétta viðskiptaþvingunum á Rússland til þess að tryggja vopnahlé á Svartahafi. Leiðtogar viljugra þjóða koma saman í Frakklandi á morgun. Nokkuð vantar upp á að réttarvarsla barna sé í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar samkvæmt úttekt umboðsmanns barna. Börn upplifa að þau fái ekki að taka þátt í sínum málum. Upphafsmaður PISA-prófsins segir brýnt að koma á samræmdum prófum hér á landi. Hann segir að íslenskum grunnskólanemendum ætti að ganga betur í námi miðað við það fé sem varið sé til menntamála. Íbúar í Hveragerði hafa undanfarna daga kvartað undan olíu og gaslykt af neysluvatni bæjarins. Vatnið er talið hæft til neyslu en bæjarstjóri segir orsaka lyktarinnar leitað. Lömbunum í Skorradal liggur á að koma í heiminn þrátt fyrir að sauðburður hefjist ekki fyrr en eftir rúman mánuð. Ævintýragjörnum hrút af næsta bæ er að kenna. Komið sæl. Ásakanir ganga á víxl milli Rússlands og Úkraínu að ríkin reyni að rjúfa vopnahléssáttmála sem Bandaríkjastjórn kom til leiðar. Rússar fullyrða að Úkraínuher hafi ráðist á olíubirgðastöðvar á Krímskaga og í Bryansk-héraði en yfirmaður herforingjaráðs Úkraínu sakar Rússa að breiða út falsfréttir til þess að halda stríðinu áfram. Ríkin sömdu hlé á árásum á orkuinnviði í síðustu viku og í byrjun þessara viku greindi Bandaríkjastjórn frá því að náðst samkomulag 30 daga vopnahlé á Svartahafi. Rússar segja það þó ekki verða nema með ströngum skilyrðum þó. Róbert Jóhannsson, hver eru þessi skilyrði? Já, það var greint frá því í gær eins og þú sagðir að Bandaríkjastjórn ætlaði að aðstoða Rússa við að komast aftur á útflutningsmarkað fyrir landbúnaðarvörur og áburð. En til þess að Rússar taki þátt í vopnahlénu þá krefjast þeir að öllum viðskiptaþvingunum gagnvart fyrirtækjum og stofnunum sem koma nálægt þessum útflutningi á landbúnaðar og sjávarútvegsafurðum verði aflétt. Þetta eru nokkuð miklar kröfur. Eru einhverjar líkur á að þetta fari í gegn? Það fer alveg eftir því hvort skilyrði Rússa í aðeins við þvinganir af hendi Bandaríkjanna. Evrópusambandið segist nefnilega ekki ætla að draga úr neinum viðskiptaþvingunum gagnvart Rússum fyrir en rússneskir hermenn hverfa alveg á brauta frá Úkraínu. Og síðan er alveg augljóst að það ríkir bara alls ekkert traust á milli Úkraínu og Rússlands. Нам будут нужны четкие гарантии, и гарантии могут быть, как, учитывая печальный опыт договоренности просто с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа із Вашингтона. Якщо знову військова активність в Чорному морі, якщо знову російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів саме проти Москви. Og að lokum Róbert, Emmanuel Macron, forseti Frakklands, hann var að taka á móti Zelenski í dag. Hvað er Zelenski að gera í París? Þangað er hann kominn á leiðtogafund hinna svokölluðu viljugu ríkja. Það eru ríkin sem vilja, sem hafa lýst vilja til þess að gegna einhvers konar friðargæslu í Úkraínu. Og fundurinn sjálfur hefst á morgun og Kristrún Frostadóttir verður meðal þjóðarleiðtoga sem koma á fundinn. Nákvæmlega það. Takk fyrir þetta, Róbert Jóhannsson, og við snúum okkur þá að allt öðru. Ísland uppfyllir ekki að fullu alþjóðlegar skuldbindingar barnvæna réttarvörslu að því fram kemur í niðurstöðum könnunar umboðsmanns barna. Börn eiga oft erfitt með að skilja hvað fer fram í réttarkerfinu. Niðurstöðurnar voru kynntar á fundi í hádeginu. Spurningar voru lagðar fyrir á 7. tug stofnana eins og lögreglu, dómstóla og barnaverndarþjónustur. Það var rætt við 11 börn sem kynnst hafa réttarkerfinu af eigin raun. Umboðsmaður barna ætlar að senda nákvæmar tillögur byggðar á úttektinni til ráðuneyta. Það er náttúrulega ýmislegt sem má bæta og sérstaklega kannski upplýsingagjöfin til barnanna og líka þessa samræmi milli kerfana. Börn eiga ákveðin mannréttindi samkvæmt stjórnarskráni, alþjóðlegum mannréttindasáttmálum og barnasáttmálanum. Niðurstaða þessar úttektar er að framkvæmdin á Íslandi samræmist ekki alveg þeim réttindum. Þó svo að innan réttarvörslukerfisins sé mikill vilji til að virða réttindi barna eru betrumbætur líklega brýnastar þar hjá lögreglu og dómstólum, segir Hafdís Unna. Og við sáum það í þessari úttekt að mikið skortir á til þess að málsmeðferðin sé barnvæn í þeim málum.
Henni kom mest á óvart frásagnir í viðtölum við börninu með reynslu af réttarkerfinu. Að koma á lögreglustöðina frekar creepy fyrir krakka að koma þarna inn og ég bara 15 ára, þú veist, lagið hans á, þetta á bara að vera fyrir alvöru glæpamenn. Að vera í fangelsinu í Flatahrauni helvíti og maður verður geðveikur að vera þarna inni. Að vera í dómstál og hlusta hljómaði bara eins og gamaldags íslenska, bara eins og amma og afi tala. Maður skilur þetta ekki sko. Og nei, ég tala ekki svona, þau voru bara eitthvað grein þetta, eitthvað, grein. Svona vantar augljóslega upp á að þau fái að taka þátt í sínum eigin málum og svona njóti kannski virðingar og allra sinna mannréttinda. Hæstiréttur sýknaði í dag bæði Matvælastofnun og Ríkisútvarpið á kröfu fyrrverandi eigenda eggjaframleiðandans brúneggja. Umfjöllun Kastljóss starfsemi brúneggja vakti mikla athygli og hörðu viðbrögð hjá almenningi síðla árs 2016 og fór fyrirtækið síðar í þrot. RÚV var sýknað á öllum dómstigum en Landsréttur dæmdi Matvælastofnun til að greiða skaðabætur, bæði fyrir að afhenda gögn og fyrir ummæli stjórnanda og starfsmanna í Kastljósi. Í dómi Hæstaréttar segir hins vegar að Matvælastofnun hafi verið skylt að afhenda gögnin og því verði að álykta að opinberir starfsmenn hafi haft heimild til að tjá sig efni þeirra og innihald. Íslenskir grunnskólanemendur ættu að geta gert betur í námi. Þetta segir yfirmaður menntamála hjá OECD. Samræmd próf séu mikilvægt tæki til að bæta menntakerfið. Fyrir í mánuðinum settist grunnskólanemendur enn og aftur niður til að leysa PISA-prófið sem alþjóðleg könnun á hæfni 15 ára nemenda í nokkrum námsgreinum. Framkvæmdin umdeild og það veit líklega engin betur en PISA-pabbinn. Yfirmaður menntamála hjá Efnahags- og framfarastofnuninni OECD sem segir að PISA sé besti mælikvarðinn á menntakerfi sem þjóðir hafi komið sér saman Because they do not just look at whether students have memorized what they have learned, but they look at whether students can use their knowledge creatively, including in unfamiliar settings. Hæfni íslenskra unglinga hefur árabil mælst talsvert minni en jafnaldra þeirra í öðrum löndum. Schleicher segir ekki skipta síðum máli að PISA mæli líka félagslega þætti og þar komi íslensk ungmenni sterk inn. It's true Icelandic students struggle in reading, mathematics and science and outcomes have declined. At the same time, Iceland also has very important strengths according to PISA. We see, for example, a good level of emotional resilience. Academic performance is important and Iceland can and should become better. It invests a lot of money in education, so there should be better academic outcomes. But I do believe that Iceland has very, very important strengths that are very important in today's and tomorrow's world. Ísland eitt fárra OECD-landa sem ekki leggja fyrir samræmd próf. Schleicher segir þau mikilvægt tæki til að þróa nám og kennslu. You know, it's hard to improve what you cannot see. And to make learning outcomes visible is really important. And standardized assessments provide you with a tool to do that in a comparative way so that schools can learn from each other and with each other and the system can see where we stand. I do think it's an important perspective. Nú nýr mennta- og barnamálaráðherra stefnir að útrýmingu ólæsis. Hann segir íslenskt menntakerfi standa vel en mörg og stór verkefni séu framundan. Það hafi verið mistök að halda ræðu á ensku á alþjóðlegum kennarafundi. Guðmundur Ingi Kristinsson tók við ráðuneyti mennta- og barnamála á sunnudaginn og strax daginn eftir hófst stór alþjóðleg kennsluráðstefna á vegum ráðuneytisins. Ég skal alveg viðurkenna, mér leist nú ekkert á það að þetta er mitt fyrsta verk en ég guðsvegin vegna þess að hérna hef ég fengið mikið af mjög góðum upplýsingum. En já, málefni barna og skóla þau hafa verið brennidepli undanfarið og kannski svolítið meira en venjulega. Nú það eru mörg verkefni sem liggja fyrir börn með fjölþættan vanda. Það eru samnefndprófun og kennarar nýkomnir út úr mjög harðri kjarabaráttu. Svo er ofbeldi meðal barna. Já, hvað ætlar að leggja áherslu á? Allt þetta. Það er bara spurning að taka þetta bara kerfisbundið. Við eigum að sjá til þess að öll börn geti les. Fyrst að lesa, síðan leskilík, síðan starffræði og þá er framtíðin björt. Ertu að boða það að útrýma ólæsi? Já, ég ætla að vona að mér takist það. Þú vilt útrýma ólæsi en það sem fleiri vilja gert á undan þér og ekki tekist? Nei, þá bara er það áskorun hjá mér að reyna að gera mitt besta og láta það takast. Is a fantastic to have this awkward porcelain thing. Já, ræðaðinn í gær vakti nokkra athygli og hélst hún á ensku. Það voru skrifaðar fréttir, umræður á samfélagsmiðlum. Hefur eitthvað fylgst með því? Já,
Þetta var, ég skal segja það að þetta var eiginlega fyrsta skipti sem ég tala á ensku í, ég menn ekki 20 ára, eða les upp á þetta, ég skil hana vel, en ég skil líka umræðuna, ég sá illa blaðið og þetta var bara, mistök, eins og ég segi, fallið fara heil bara. Ertu leiður yfir þessu umræðu? Nei, ég er löngu hættur, það sem er liðið, ég ætla að horfa fram á þið. Og æfaði betur í ensku? Já, alveg bóttið. Donald Trump Bandaríkjaforseti ítrekaði enn og aftur í dag áhuga á að eignast Grænland. Einnig kom fram að fyrirhuguð heimsókn bandarískra ráðamanna til Grænlands yrði smærri í sniðum. Sendinefndin sem varaforsetahjónin Jódi og Usha Vance fara fyrir ásamt Mike Waltz, þjóðaröryggisráðgjafa, ætlar að heimsækja bandaríska herstöð á norðvestur Grænlandi. Í fyrstu stóð til að ferðast víðar landið og horfa á hundasleðakeppni, en frá því var horfið. Forsætisráðherra Danmerkur segir engu breyta hvernig bandarísk stjórnvöld kynni heimsóknina, hún sé bersýnilega í óþökk grænlenskra stjórnvalda. Præsident Trump seriøs, og han alvorlig. Han ønsker Grønland. Og derfor kan det ikke ses uafhængigt af noget som helst andet. Og derfor det selvfølgelig, ligegyldigt hvordan vi vender og drejer det, et helt uacceptabelt pres, både på Grønland og de grønlandske politikere og den grønlandske befolkning, men det det også på Danmark og dermed hele kongeriget. Det kommer bare spontant uden at spørge noget som helst, og det kommer bare, hvad det passer dem. Jeg synes bare, det for meget. Det for meget. Grønland ekki selv. Eina kornmylla landsins fer á haugana eftir helgi. Atvinnuvegaráðherra vinnur að heildarendurskoðun á málum sem snúa að fæðuöryggi á Íslandi og segir að það taki sinn tíma. Sérfræðingur á því sviði vill að ríkið grípi strax inn í svo myllan sem sé þjóðhagslega mikilvægt tæki fær ekki í brotajárn. Faxaflóahafnir hafa sagt upp leigusamningi við Kornax sem ber að rýma húsnæðið og skila lyklunum á mánudaginn. Myllan fer þá í brotajárn. Kornax sótti leyfi til að flytja hana og halda mölun áfram á Grundartanga en var synjað þar sem staðsetningin uppfyllt ekki skilyrði í reglugerð fjarlægð frá mengandi atvinnustarfsemi í nágrenninu. Við fórum á fund með matvælaráðuneytinu og báðum undanþágu frá þessari reglugerð en þau neituðu því. Eða báðu okkur að kæra sem við viljum alls ekki gera. Hvers vegna ekki? Af hverju viljum við ekki kæra? Það bara mjög vont að byrja starfsemi á kæru. Hveitimölun á Íslandi gæti því senn heyrt sögunni til. Atvinnuvegaráðherra hefur hvatt Kornax til að sækja aftur leyfi fyrir starfseminni og hefur trú á að það yrði samþykkt. Fyrirtækið sér ekki lengur hag sinn í því. Það hefur gengið frá nýjum samningum innflutning og gert viðskiptaáætlanir sem erfitt sé að bakka út úr. Það verið í ráðuneytinu að vinna að greiningu á slíkum málum, þar að segja að skoða fæðuöryggi í stóru myndinni og þetta klárlega eitt af því sem þar liggur undir og verður skoðað. En nú þeim gert að flytja úr þessu húsnæði mánaðamótin og það bara stutt í það nokkrir dagar. Já, ég að segja, ég búin að lýsa því yfir hvað þetta tiltekna fyrirtæki getur gert, hyggist að halda áfram. Ég mun ekki beita mig fyrir því að banna þeim að hætta þessu. Ef það gerist, þá þarf bara að skoða það fellir inn í þessa heildarendurskoðun. Þurfið þið þá ekki eitthvað að stíga inn í atburðarásina svo að þeir bara fari ekki með mylluna á haugana? Við erum að skoða þetta í heild, við munum kynna niðurstöðurnar og þá stóru sýn sem við höfum varðandi fæðuöryggi á landinu þegar það liggur fyrir. En náið því fyrir 1. apríl? Alveg örugglega ekki. Fæðuöryggi Íslendinga ekki stefnt í hættu vegna þessa. Íbúar í Hveragerði hafa kvartað yfir skrítinni lykt af neysluvatni í bænum. Niðurstöður sýna benda til þess að óhætt sé að neyta vatnsins, en bæjarstjórinn segir allar mögulegar ástæður lyktarinnar skoðaðar. Íbúar hafa fundið lykt af neysluvatni sem þeir líkja við olíu eða gaslykt undanfarna daga. Jú, alveg svolítið. Já, maður finnur það vel hérna. Svona fyrir 4 dögum þá fann ég morgunni þegar ég nývaknaður, maður alveg ferskur, þá fann ég svona svo fúkkalykt þegar maður tók fyrsta sopa af vatninu og hugsaði ekki neitt sérstaklega út í það sem slíkt. Svo aftur næsta dag, þá fór maður, nei, þetta gengur ekki. Bæjarstjóri segir viðbragðsáætlun hafa verið virkjaða þegar ábendingar fóru að berast frá íbúum. Fyrst og fremst hafi þótt mikilvægt að kanna heilnæmi vatnsins og leita síðan orsaka lyktarinnar. Fyrstu frumniðurstöður úr sýnatöku heilbrigðiseftirlits Suðurlands
benda til þess að vatnið sé ekki óhæft til neyslu. En það tvennt sem við erum hins vegar að vinna með núna. Annars vegar það að það staðfest að það lykt af vatninu og það gefur okkur vísbendingur að það eitthvað sem að verka inn í vatnsveituna með einhverjum hætti og svo lækkað pH-gildi. Lækkað pH-gildi gefur tilefni til að rannsaka málið frekar og Pétur segir það í algjörum forgangi. Fjöldi fagaðila rannsakar sýni og orsaka lyktarinnar leitað. Það eru líka heilmiklar jarðhræringar bara í kringum okkur og við erum náttúrulega á svæði sem sprelllifandi. Þannig og við vitum af því og við þekkjum þá sögu í Hveragerði. En fyrst og fremst öryggi íbúa í húfi, öryggi íbúa á oddunum og við gefum engan afslátt af því. Þannig og fylgjum því mjög fast eftir. Edduverðlaunin uppskeruhátíð íslenska kvikmyndaiðnaðarins verða afhent á Hilton Reykjavík Nordica í kvöld. Erla María Davíðsdóttir fréttamaður á Hilton hótelinu og það má reikna með það ekki Erla María að það mikil spenna í loftinu. Jú, það má með sanni segja að það mikil spenna í loftinu og mikið dýrður og eins og sjá má þá eru gestirnir byrjaðir að tínast hérna inn og í kvöld verða afhentar 20 eddustyttur til þeirra sem þykja hafa skarað fram úr í íslenskum kvikmyndaiðnaði. En hjá mér eru þeir Ásgrímur og Rúnar. Ásgrímur, segðu mér, hvað hefur einkennt íslenskan kvikmyndaiðnað núna á síðasta ári? Það náttúrulega, við vorum með slatta af mjög fínum bíómyndum, þar að vera nú 3 þeirra tilnefndar hérna í kvöld, Snerting hans Baltasars og Ljósbrot hans Rúnars og Ljósvíkingar eftir hann hérna Sölva og þeim gerðu allar mjög gott í fyrra og minnst dæmi til dæmis eins og Ljósbrot hefur rakað til sín verðlaun út allan heim, er komin einhver 14 verðlaun og líka stuttmyndina sem líka tilnefnd, myndir Ringur. Hún líka bara að fá hellingaverðlaunum þannig að þetta bara mjög gott og Baltasar fekk náttúrulega dreifingu út allan heim og svo framvegis. Síðan erum við með mjög fína hluti sem eru eins og í heimildamyndum og í stuttmyndum og þess áttar og það sem kannski mikilvægast öllu, það að koma upp hellinga mjög áhugaverð og sterkum leikstjórum. Og Rúnar, þú tilnefndur hérna í 13 flokkum fyrir myndina Ljósbrot. Þetta svo talsveit mikið, þú með næst flesta tilnefningar. Áttirðu von á þessu? Kvikmyndir náttúrulega teymisvinna, þannig að þegar vel gengur, þá fæ ég oft eitthvað klapp á baki en já, ég ekki einn að fá 13 tilnefningar. Það fólkið okkar sem að fá allar þessar tilnefningar. Þannig að það kemur ekki óvart meirihlutin af þeim sé að fá þessar tilnefningar og þau bara skiluðu bara frábæri vinnu og eiga þetta fullkomlega skilið. Takk fyrir þetta og góða skemmtun í kvöld en við kveðjum héðan frá Hilton. Takk fyrir þetta Erla María og við óskum að sjálfsögðu öllum tilnefndum góðs gengis. En 14 framhaldsskólar víða land tóku þátt í heimsherferð UN Women á Íslandi í dag í þágu jafnréttis. Í Menntaskólanum á Akureyri hittust nemendur klukkan 12 á hádegi, gengu út og stigu í sameiningu táknræn skref. Verkefnið hluti af alþjóðlegum gjörningi sem hrundi var á stað á alþjóðlegum baráttudegi kvenna 8. mars. Ok, krakkar! 5 skref aftur á bak! Við byrjum á því að taka 5 skref aftur á bak til að sýna bakslagið sem hefur orðið í jafnréttismálum í samfélaginu okkar. Svo stoppum við í 5 sekúndur til að sýna að við tökum eftir þessu og við höfum fengið nóg. Svo tökum við 10 skref áfram til að sýna að við ætlum að berjast gegn þessu. 10 skref áfram! Þeir sem tóku þátt, haldið þið að vita hvað þið voru að gera? Já, allavega sem flesti en svo auðvitað sjáðu þetta og við upplýstum þau það þegar þau voru hérna úti sem tóku þátt hvað þau væru að gera og svo sjáðu þetta á samfélagsmiðlunum hjá okkur. 2 lömb kom í heiminn rúmum mánuði áður en sauðburður átti að hefjast á Mófellsstaðakoti í Skorradal. Fækkun sauðfjárbúa hefur áhrif á samvinnuverkefni bænda eins og smalamennsku og réttir en bóndi segir alltaf stemningu fyrir sauðburði. Það komin örlítil vorlykt í loftið hérna í Skorradalnum. Það aðeins farið að hlýna og nokkrar flugur á sveimi en hérna inn í fjárhúsinu á Mófellsstaðakoti samt vorboðið sem helst til snemma á ferðinni. Gaman að vera að fæðast fyrstur, fær maður svo mikla athygli. Sauðburður hefst alla jafna ekki alveg svona snemma. Þegar fjölskyldan brá sér af bæ síðasta haust sá útsjónarsamur hrútur af næsta bæ sér leik á borði. Þær eru 4 sem bera núna út af þessu slysi. Jón kippir sér ekki upp við að þurfa að taka forskot á sæluna.
Þetta er alltaf vorboði, jú, þetta er bara gaman að þessu. Við hefum von á hérna eitthvað svona tæplega 400 lömbum, þannig að það verður nóg að gera í maí. Sauðburður hefst samkvæmt venju í byrjun maí. Í nokkrar vikur verða bændur og börnin þeirra ásamt vinum og vandamönnum vakin og sofin við burðarhjálp í fjárhúsinu. Í Borgarfirði eins og annar staðar finna menn þó fyrir því að sauðfjárbúum er að fækka. Það eru 3 sauðfjárbú í Skorradal eftir. Þannig að þetta er orðið frekar fátt og maður er alltaf hræddur ef að fækkar, þá voru erfiðar með smalamennskur og allt og svona þetta félagslega. En það er alltaf stemming fyrir sauðburðunum og krakkarnir, barnabörn og börnin og vinir og vandamenn langar alltaf til þess að koma og kíkja á sauðburð. Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Það eru ekki kindur, heldur fiskar. Við ætlum að tala hækkun á veiðigjöldum, en ef frumvarp atvinnuvegaráðherra, ef það nær fram að ganga, þá voru að tala einhverjar mestu breytingar sem hafa verið gerðar á fiskveiðistjórnarkerfinu síðan það var sett á laggirnar fyrir 40 árum. Og það er svona fátt sem bendir til þess að það verið gert í góðri sátt. Við ætlum meðal annars að heyra í Írisi Róbertsdóttur, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, hvernig henni líst á þetta. Hún er frekar gagnrýnin á svona óvissu og skort á greiningum. Formaður sjómannasambandsins, ætlum að heyra hvað hann hefur að segja og svo koma þau hingað til okkar í myndver Hanna Katrín atvinnuvegaráðherra og Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins. Við missum ekki að Kastljósi. Takk fyrir þetta Bergsteinn og nú ætlum við að líta til veðurs. Gular hríðarviðvaranir eru í gildi í nótt og í fyrramálið á norðvestanverðu landinu og geta akstursskilyrði orðið varasöm austan og norðaustan 5-13 metrar á sekúndu á morgun en 10 til 18 á Vestfjörðum. Snjó koma með köflum fyrir norðan og hiti með undir frostmarki. Stöku skúrir eða slydduél sunnan til og hiti 0 til 6 stig. En nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Willum Þór Þórsson, fyrrum heilbrigðisráðherra, ætlar að bjóða sig fram til forseta ISÍ. Ég er auðvitað alinn upp í íþróttir og nýt þess að vera hluti af því. Kærumál Fjölnis gegn skautafélagi Reykjavíkur í úrvalsdeild karla í ísokki tók óvænta stefnu í dag. SR segir Fjölnir hafa kært vitlaust félag og málið eigi því að falla niður. Og 2 úrvalsdeildir klárast í kvöld, nefnilega efstadeild karla í handbolta og efstadeild kvenna í körfubolta. Og það var helst í þessum fréttatíma að Evrópusambandið ætlar ekki að aflétta viðskiptaþvingunum á Rússland til þess að tryggja vopnahlé á Svartahafi. Leiðtogar viljugra þjóða koma saman í Frakklandi á morgun. Nokkuð vantar upp á að réttarvarsla barna sé í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar samkvæmt úttekt umboðsmanns barna. Börn upplifa að þau fái ekki að taka þátt í sínum málum. Íbúar í Hveragerði hafa undanfarna daga kvartað undan olíu og gaslykt af neysluvatni bæjarins. Vatnið er talið hæft til neyslu en bæjarstjórinn segir orsaka lyktarinnar leitað. Þessum fréttatíma er að ljúka og það kom að íþróttum, veðri og Kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is en næstu fréttatímar þeir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, sæl að sinni.